Fjögur og rétt rúmlega það, 3 mínútur yfir 4, Mötley Crüe eru komin á fóninn. Það er föstudagur, það er engin venjulegur föstudagur, það er, fyrsti í þjóðhátíð, reyndar húkraball í gær og FM 95 blöður mættir úr sumafrí. Auðun Blöndal heiti ég og sit, ekkert endilega í mínu sæti, en sit í sæti? Í sæti og beint á móti, tveim, ég gleymd að hugsa eitthvað, tveim, hvað erum við? Tveim, Þetta er stóri þáttur, hvað erum við? Tveim öndum, og önnur heitir Steindi Junior og hinn heitir Egill Einarsson, verið velkomnir. Ég þarf að byrja þig fallega, nennur að hætta þessu. Nei, ég bara gleymd að hugsa, það er svo margt sem ég er að hugsa núna, ég gleymd að fatta hvað það að hugsa hvað Eitt er tígristýr eða ljón Það er vel þreytt að vera önd, sko. Ekki önd. Nei, ok, það var kannski illa gert, en herðu, fyrsti þátturinn okkur í 5 vikur, hvernig eru þið drengir? Sko, ég er fyllandi góður og fróandi fítið. Hvað er gott að heyra. Það er bara svolítið, ég er í stuði. Ég sé það áður til stuði, þú er eitthvað glottað. Já, ég er bara svona, það er púk í manni. Maður er komin með eitthvað nettvor í punginn og það er svona einhvern veginn. Nettvor, það er að koma haust. Já, málega, það er búið að vera, það er tjóðs viðbjóður í dag. En núna er einhvern veginn alltaf, það er að stytta upp hérna, það er komið einhvern veginn svona gott viður að vita allir, ég funkar eftir veðri. Ég er í toppmálum, ég er bara með líður, ég er að vera 10. Við ljúum aldrei að hlustendum, það var rigning fyrir mættum eiguna, en það er búið að stytta upp núna og það er spáð bongo á morgun. Egill, hvernig ert þú? Ég hef bara ekki verið betri held ég. Aldrei? Nei. Endur þú giggaði með Basehunter? Ég reyndi að vera líklega betri í giggaði með Basehunter, við ekki með það. Aðeins betri. Endur þú egnaðist dóttið þína? Setur það í 3. sæti? Er það í 3. sæti þú egnaðist dóttið þína? Já, það er semst Basehunter þegar hann giggaði með honum í 1. sæti, í dag í 2. sæti og svo hitt í 3. sæti. Bara þú fékkst dóttið þína í fangið. Það var gaman, ég við ekki með það. Það rataði topp 3. En ég var ekki gaman á þetta. Nei, við erum í Alþýðuhúsinu, við erum með a beverage og þjóðhátíð, búin að vera í góðu fríi félagarnir. Ég verð að viðurkenna það, náttúrulega maður var í sumarfrí og það var skíta veður, ég er búin að hlakka til að koma aftur í útvarpið. Sérstaklega þegar maður er á þjóðhátíð. Þetta er alltaf svona, maður kemur svo ferskurinn inn og það er svo mikið stemning og við erum í beinni útsendingu frá Alþýðuhúsinu hérna í Eyjum og það er einhvern veginn alltaf fyllast að liði og það er smá öðruvísi feelingur þegar þú ert live og það er eins og við séum með áhörundur. Já, það er pínu þannig, það er fólk hérna í kring og fyrir fólk sem er í Eyjum og allar að vökva sig, þá er Alþýðuhúsið, þetta er bara pub, bar og þú mátt koma hérna og vökva þig og heilsa bókufélagana. Jói P. og Króler er hérna eftir klukkan 6 og svo er Jón Jónsson og Frikki Dór. Já, við getum farið í sjómann við Steinda og flippað eitthvað við hann. Akkur sjómaði mig? Steindi er enda hrikalega öflugur í sjómann. Ég veit það. Og elskar þegar fólk kemur að honum og biður um að taka eitt góðan sjómann. Málið það, Hvað ætlar að taka marg í dag? Nú er ég ekki að slíða ykkur, að ég segja eitthvað. Ég stundaði þetta þegar ég var yngri til að borga leigubíla heim upp í Mosó. Þá fór ég að einhverjum svona mönnum með seriósvöða og vann á því sjómann. Já, sniðugt. En síðan fór ég eitt þarna á helvítis króknum, djöfull, það situr í mér. Pakkaði saman. Ég var eins og smjör í höndum á hann. Ég er ekki tökka, það hakkaði ekki. Hvað heitir hann þurr? Hann heitir, við erum að gefa hann sjára. Það er eitthvað sjómann að djöfull. Hélstu væri kóngurinn og síðan væri pakkað saman. Já, ég átti bara ekki breyk, ég var með báðar hendur á hann. Ég vona að sé ykkur hlusta, einhver gæi, komin í glas, er að hlusta okkur félagana og býður Steinda í sjómann. Komin núna upp yfir á pakkjónu saman. Ég vona það bara innilega. Það er æðislegt. En við erum með rosalega þáttandakur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að fara á eftir í kortbyturu frekar. Frikki Dór og Jón Jónsson koma hérna eftir og þú ætlar að henda þeim í spurningakeppni. Já, sko, ég er með nýtt koncept, brakandi fest. Brakandi fest koncept? Ég er með 2 spurningakeppnir í dag. Sem að hræði mig. Ein er King of Brothers. King of Brothers? Ég var oft pælt í því, hver er betri bróðir, Frikki eða John? Á blaði er það einhvern veginn Jón. Já, málega, ég var að ræða þetta fólkinu á hann og það segja allir John. Segja allir John? Já, allir að segja John, hann er bara perfect human being. Eru rosalega margir hérna á eyjunni að spá í það hvor er King of Brothers að þjótt með þetta í dag? Ég er ekki að leiðilegu Frikka Dór, hann er severe underdog og samkvæmt þessu á hann ekki breyk. Nei, ok. Og síðan er ég með keppni á ykkur 2, King of Þjóðhátíð 2018. Hver verður kóngurinn? Þú varst með King of Þjóðhátíð í fyrra? Já, í fyrra, síðustu 4 ára. En ég meina, þú veist, if it ain't broken, why fix it? Það er ógeðslega fest í það. Já, ég veist sko, hver er kóngurinn í ár? Er það Blöð eða Stoney? Það verður gaman að sjá svo. Já, þetta er skemmtilegu titill til að vinna. En vitið hvað er eiginlega svona, hvað ber hæst í þættinum í dag? Það er nýtt föstudagslag og ég er búinn að heyra demo af því. Þetta er eitt besta föstudagslag sem ég heilt. Þetta eru svo stór orð hér. Þú hefur sagt þetta áður, en núna ertu einhvern veginn. Ég sagði þetta með Rullup þegar hann tók lagið hjá Aronikon. Þetta er á pari ef ekki betra. Hann er að fara að taka Can't Walk Away með Herberti Guðmunds. Það er að fara í nýjan búning. Herbert Guðmundsson
er svo mikill maður. Svo þegar ég sé henni sporthúsinu það setur hérna þegar hann nakin í klefanum og setur aðra löppina upp á vaskinn og blæs síðan á sér hérna líkamann. Það rosalega moment. Erum við að tala það? Fer hann með akkur fer hann með aðra, hann fer með annar fótinn upp á okkur bekk? Nei, hann fer með annar fótinn upp á vaskinn. Hann allsber og hann notar hérna hárþurrkuna til að blása sig. Já. Og sem allir í sporthúsinu að sé þetta moment. Það er bara geggja trikk. Big Herb. Ég hef ekki séð þetta. Þú hefur ekki séð þetta? Nei. Hann alltaf mótnana Herb. Kottu klukkan 8 eitthvað morgun. Nei, ég feskur, ég þarf ekki að sjá þetta sko. Svo erum við með augljósa staðreyndir frá Steinda. Það hafa aldrei verið jafn augljósar. Akkurat, það er gaman. Ég er mjög spenntur fyrir þeim og hérna, þær eru rosalega augljósar. Og svo verður ein augljós spurning. Ég er með 4 augljósar. Og svo eina spurningu. Ef við höfum tíma, þetta er svo þéttur þáttur, ef við höfum tíma, if we have time, þá ætla ég að henda í, sturla staðreyndina því að ég er náttúrulega með reglu hjá ykkur að má bíða í 3 vikur og við erum búin að vera í frí í 5 vikur. Ok, en nú ætla Steinda að vera með augljósar. Er Richard með í því, Rikki er sérst tæknimaður nokkur það, hann er inn í Skaftarhlíð, í gluggalausu stúdíói. Það væri kannski gaman að opna fyrir mækinn þar og leyfa hann að vera með í þér en ég ætla að tækifærið, Óskar Ríkari til hamingju, hann vantar að hlusta. Ríkard minn, vinur minn, til hamingju með að eignast þinn eigin mjólkurhristing í Keiluhöllinni. Hann á sinn eigin shake. Það er Rikki G-shakein að komin í Keiluhöllina. Með kleinur hringja bragði. Djöfusins helvítis kjaftaði. Hvað er að tala um? Það er staðan. Það er komin í shake í Keiluhöllinni sem heitir Rikki G og það er Donald-bragð. Þannig að ég get farið núna bara að panta með Rikka G og það er kleinur hringja bara af einhverju hristing. Af einhverju hristing, af shake. Ég held að segja þægilega að orða það þannig. En get ég fengið Rikka G og gert hann írskan? Það er sénslega. Herðu, þetta er bara eitthvað sem ræðir við Keiluhöllina. Við þurfum ekki að ræða þetta hér en eins og þið heyrir. Heyri King sem að vilja með það. Kæru hlustendur, við erum í gír, við erum að ofpeppast og það er eitt sem við munum koma oft inn á í þættinum í dag. Við ætlum að vera með sturlasta sjó sem sést hefur á þjóðhátíð, annað kvöld, klukkan 10:30. Þetta er 4. árið okkar í röð og við í fyrsta skipti. Við höfum alltaf toppað okkur. Í fyrsta skipti erum við búin að vera að æfa eins og skepnur fyrir þetta. Við erum búin að vera það er búin að vera töflufundir. Við ætlum að þetta verður okkar stærsta sjó. Svo líka þjóðhátíðan alltaf að setja meiri pressa á okkur því að þegar við vorum fyrst klukkan 11 þá hafði aldrei fylgst gólfið. Reyndar er þetta eftir Jón Jónsson, svo kemur Páll Óskar og svo við. Gólfið verður fullt 10:30, það er bara þannig. Já, við erum bara stóla og Páll Óskar ná að hrista vel upp í þessu. Möguleikið gleymið ekki DJ-setti Vöðvingas klukkan 1 annað kvöldi. Já, svo er það líka klukkan 1. Við tölum með það setja. En talandi þjóðhátíð, hér kemur eitt rosalegt þjóðhátíðarlag og það er kannski bara fínt að tilkynna það er stólið. Fengi lána. Er það ekki frumsamlega? Það heitir Ég ætla að sigra eiguna. Þetta segir mér að þetta sé ekki frumsamlega? Nei. Þetta er bara coverlag? Já, ég held það, en mér minnir það. Ég held að þú hefur búið þetta til bara með gítarinn heima, Halló? Johanna, we need your beautiful voice. Af hverju ertu að tala ensku? Jóhanna, þetta er Öddi hérna, við ætlum að gera þjóðhátíðarlag og okkur vantar alltaf einhvern sem kann að syngja. Rush Iceland hefur opnað stærsta trampolíngar landsins. 2200 fermetrar af brjáluðu stuði. Bókað tíma á rushiceland.is. Rush Iceland, Dalvi 10-14 Kópavogi. Já, það laumaðist inn auglýsingarna, hún átti ekki að koma strax. Hvað er Rikki fullur í stúdíónu niður í Skaftarhlíð? Það er bara heimskur, því miður. Elskar hann að lifa Það var reyndar ekki mér að kenna. Nei, einmitt, aldrei neitt þér að kenna. Þið veit hann er að hlusta þáttinn, sko. Hann er að stjórna. Hann er tæknimaðurinn okkar. Já, hann getur alltaf gripið inn í. En það er komið tími á, slúður hér í FM Blöð. Þú ert ekki með íslenskt slúður í dag? Nei, ekki íslenskt, en ég er mjög spenntur að heyra brakandi fest erlenskt slúður. Já, það er brakandi fest hérna og ég ætla... Ertu með kölkin eða Þú ert búin að hafa núna 5 vikur, ég kom með besta slúðupakka of all time. Ég hlakka mikið til að heyra. Hvað var það? Það komið smá pressa. Smá? En því að pakkin er ekkit rosaleg. En ég ætla að byrja á honum. Jennifer Aniston, vinkon okkar, úr Friends, æðislega leikona. Frábær. Hún er ekki ástassorg. Það eru margir sem halda það, ég veit ekki, hún var mjög þreytt á því að... Akkur hver í anskotanum heldur það? Já, hún segir alltaf, hún var þreytt á því að allir haldi að hún sé ástassorg. Hún var í einhverju viðtali við InStyle og hún er hætt með fyrirhandi eiginmannin sínum, Justin Theroux. Það hætti saman í febrúar
og hún svo þreytt af því að hún lendi það saman með Brad Pitt og að lenda núni. Það halda allir að hún sé svo sad eða bara hún sé svo sorgmætt. Hún búin að vera í ástarsorg í 20 ár. Nei, það? Repeatedly. Hún segir hún sé ekki ástarsorg. Já, þess að ég spyði öllu spilafíkil og segir nei, ég ekki spilafíkil sko. Nei, en það ég það ekki. Nei, ég veist alveg svo að spyrja hana, ertu í ástarsorg, Jennifer? Nei, ég góð sko. Aldrei betri. Þannig að þú heldur hún sé í ástarsorg? 100%. Men hvað þú segja, ertu spilafíkil og fyllibita? Myndir þú segja já? Ég myndi segja ég væri gambler og blöytur. Þannig að þá getur hún bara sagt já, mér alveg liðið betur. Já, hún er í ástarsorg. Nei, hætt að segja það, hún var að segja hún var ekki. Ok, maður segja mín á skoðuna. Já, þín skoðun, þú heldur það. En sko, hún er búin að vera að rótera kallmönnum mjög greimt undanfarin ár sem í góðu lagi. Justin Theroux og Brad Pitt, hún ekkert búin að vera rótera hennu. Hún rótera greimt og hefur verið dætt í ástarsorg, það ekkert að því. Af því að maður gift Brad Pitt og byrjaði sem Justin Theroux, þá er hún ekkert að rótera kallmenn. Þetta basically alltaf on the shitter, þú ert búin að vera með Brad Pitt sko. Það rosalega erfitt að fara allavega einhvern veginn, hvað ætlar að gera eftir það? Það þetta góð spurning, en þessi Justin Theroux, hann var valinn heitasti piparsveinn Hollywood daginn. Já, hefur þið séð Brad Pitt? Þú hefur hótt á Troy. Já, Troy er samt 12 ára gömul sko. Ég hef séð Troy. Ég hef séð Troy, já. Ok. Já. Svo það næsta slúður, reyndar, sko, það sem eyðileggja pínu fyrir með slúðupakkan það eiginlega bara að fjalla Demi Lovato. Hún náttúrulega overdósaði greiðum daginn. Við ætlum að vera með jákvæð slúður í dag, sko, þjóðhátíð. Ekki overdose slúður, sko. Akkur er það að tala overdose? Því aðstofamaðurinn hennar öskraði sem sagt á 911, hún er dáin og þá menn vilja meina að það hefur verið lífvörunina sem að bjargaði líf hennar. Er það ekki það sem hann á að gera það? Ég er ekki vel leiðilegur, það er vinnarnas eða ekki. Æ, varstu að taka einhverja töfra? Ég er bara að spyrja, ég minna, það er ekki basically eins og það gerir, þú ræður lífvörð. Ef ég dett niður döður, þá vantilega vilja að lífvörðurinn nóði mig, eða ekki? Jú, ég er bara að segja slúður. Myndir ekki reka lífvörðurinn ef hann myndi ekki reyna að nóða þig, ef þetta detta niður? Lífvörðurinn er meira svona að passa sig ekki vera að skjóta hana eða stinga hana og þannig eru það í ykkur Kevin Costner mynd. Venjulegur lífvörður bara í því að nóða, sko. Ef með lífvörð, þá basically eina sem vill að gera er að hnóðið þú overdose. Það er eina sem við gerum sko, menn það eru allir á dælunni í Hollywood. Allir með lífverði til að láta hnóða sig. Ef þú ert að partí ógrind. Það er enginn að fara að plaffa þetta sko. Þetta er ekki Kevin Costner myndblöð sko. Nei, ég gerir mig fulla grein fyrir því. Svo er lokaslúrið Patrick Schwarzenegger. Yes. Já. Hann er að frétta þeim meista. Vá. Ekki neitt. Það er slúðrið. Menn hafa áhyggjur að því. Eru þú stælar þetta? Lítið að gera hjá honum. Lítið að brjála að gera. Ég get lofa þér að hann flétt honum ekki upp. Hann er bara að vera leðilegur að gera svo. Ég held að segja með það er ný mynd að koma með honum, auglýsingasamningar, hann hangar mikið með bíbertum, það er alltaf að gera þetta. Þið tveir saman í lið allt í nú. Nei, ég bara veit að það er mikið að gera hjá honum. Sko, Patrick Schwarzenegger er eina slúðri, ég var að leita fyrir þig. Eina slúðri sem sá er að hann er ekkert alltaf sáttur við að Justin Bieber sé að fara að giftast Hailey Baldwin því að nú hefur hann ekki tíma fyrir vini sína. Það var eina sem ég sá. En ertu að followa Patrick á Instagram og Twitter sem ég er að gera? Nei, ég er ekki einn af þessum 200. Hvað er að fylgjast með hann? Ertu ekki með Wesley Snipes eða svoleiðis? Í slúðrinu? Já. Hann er í fangelsi fyrir skattsvik. Ennþá? Já. Fór hann aftur inn og hann er ekki komin út það? Hann er bara bulla. Þetta er leiðilegt til þér. Blöð var basically ekki undirbúið slúðri í dag. Það er sem var að gerast. Við ætlum að fara í auglýsingar, svo hér strax á eftir eru Frikki Dór og Jón Jónsson og hvort myndirðu frekar? Þægindi, gæði og ending saminast í faglega hönnuðum útivistarpoka frá Thule. Eigum glæsilegt úrval bakpoka fyrir útivistarfólk. Margt og mikið, Holtasmára 1. Áttu eftir að redda kvöldmatnum? Pantaðu kínverskt takeaway hjá okkur og sæktu á Bíldsöða 12, Phoenix veitingahús sem er 5677 888. Fylltir hamborgarar á grill með beikoni, gráðosti eða chili. Krónan. Ef þú skrifar skilaboð undir stýri, lítur þú af veginum í alltaf 5 sekúndur. Á 70 km hraða keyrir þú því blindandi meir en 100 metra á meðan þú skrifar. Eru skilaboðin í alvörunni svona mikilvæg? Sjóma. Viðarvörnin frá Slippfélaginu sem ég hafði leitað svo lengi að. Slippfélagið málingaverksmiðja, við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Ekki láta neitt stoppa þig. Nú fylgir öflugur orkukubbur með Samsung 9 snjallsímum. Springum út í sumar á farsímanetti Símans.
stórleikur í Vestmannaeyjum á laugardeginum á þjóðhátíð. En þar mætast IBVF og Fylkir klukkan 12:30 á Hásteinsvelli. Hamborgarar og öl fyrir svanga gesti, BMX Bros og sparkvöllur fyrir krakkana. Ekki láta þig vanta. Hugsar heilsuna þína. Apple Watch, ekki vera ferkund. Epli, Laugavegi og Smáralind. Átt þú bilaða Apple-tölvu? Við veitum snögga og góða þjónustu. Viss viðurkenndur þjónustu aðli Apple. Bátur vikunar á Quiznos smalabiti á aðeins 699 krónur. Quiznos, við erum á Ólís. Festtúl, Gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Það á þessum tíma ársins sem ég hugsa alltaf mest til þín. Til þín og ferðalagsins. Dagsins þegar þú komst fyrst til mín. Og ég veit að þú veist að þó höfin skilji okkur að við eigum alltaf þennan stað. Ekki Herjólfsdal á eftir, heldur bara hér við borðið. Þeir eru á leiðinni Frikki Dór og Jón Jónsson. Ætla að kíkja hérna á okkur strákan eftir smá. Og það eins og kannski hlustendur heyra, það smá þjóðhátíðar þema í gangi. Við ætlum að spila nokkuð þjóðhátíðarlög í dag. Það hárið að tjör. Og svo ætlum við líka að taka King of þjóðhátíð eftir sem nýtt af nálinni hjá Gilsaránum. Nei, þetta árlegt, þetta ekki nýtt af nálinni. Hver King of þjóðhátíð 2018? Þetta keppni sem maður vill vinna. En þú ætlar að vera með þá í King of Brothers. Sko ég hef alltaf, hver betri bróðir? Frikki eða Jón? Meina Jón hlýtur að vera með eitthvað djöfus beinagrindur í skápnum. Það getur ekki annað verið. Það mun komið ljós á eftir. Ég veit það, hann er á keppni, sko. Ég ætlar að grafa djúpt. Já, ég minna að ef hann búinn að vera eitthvað erfiður bróður sinn og kemur hann fram í þessari keppni, sko. Þegar Frikki þarf að svara og verður að vera hreinskilinn. Ég veit að Frikki með keppniskap, þannig að hann mun alveg kasta bróður sinnum bara fyrir strætóinn, sko. En veistu hvað, Egil sagði mér aðeins sem ég vissi ekki. Ég held þú har aldrei sagt okkur þetta áður. Þú ert getinn á þjóðhátíð. Já, mamma og pabbi segast stunduðu samlíf hérna 1979 og 9 mánuðir seinna, 13. maí, kom ég heiminn. Já, ok, þannig að þeir sem ammali 13. til svona, ef við segja frá 10. til svona 17. maí, það eru þjóðhátíðar. Líklegur á þjóðhátíðarbarn, sko. Já, ég held að nái líka alveg, þú veist, þeir sem eiga ammali 5. maí gæti alveg verið þjóðhátíðarbarn líka. Kája þjóðhátíðarbarn? Hvernig varst þú? Ég er 23. maí og ég var nokkrum vikum eftir, þannig að ég er líka þjóðhátíðarbarn. En málega sko... Ég er í annað skiptið. En varstu getinn í tjaldi eða bara í heimahúsið, veistu það? Við skulum ekki Ég held að hefur verið eitthvað vang og kúl og tjald. Á þessum tíma líklega bara gamla góða tjaldi, sko. En málega segja, veit fólk það ekki, sko, að mamma og pappi, sko, ég er mikið af frændfólki hérna í Eyjum. Þannig ég er búinn að vera í Haugstad, hvað ég búinn að oft á þjóðhátíð. Ég var sem smákrakki hérna, 1 árs, 2, 3, bara í bleiu, með allt niður í Dalnum. Þú veist þú slisa bara? Ég held, ég hafi mist af max 7 til 8 þjóðhátíðum, þannig ég hef verið svona 30 til 31 sinni. Svona með hvernig þú ert líka, þá hafði bara ekkert komið óvart þú að verið getinn í klessubíl, sko. En herðu, við ætlum að fara hérna í fara í hvort myndur frekar og það eins og, margt annað í þættinum í dag. Hvað sérum það? Ég séum það, tengt þjóðhátíð. Eru þið tilbúinir? Við erum klárir. Ok, fyrsta spurning, hvort myndur þið frekar taka 1 lag á morgun og eins og við höfum komið inn á þá byrjum við 10:30 á sviðinum. Hvort myndið taka 1 lag naktir eða láta ná mynd af ykkur dauðum í dalnum sem að myndi fara á Vísi, Nútímann og gefa på allt þetta. Og hvað var við erum ekki minnar upphæðir í þessu, þetta bara þú bara valmöguleiki þessu, þetta eru hræðilega valmöguleikar. Þið hefur aldrei farið í hvort myndir frekar? Jú, þetta eru bara vondi valmöguleikar. Það voru fríi lengi, sko, stendið. Á ekki að vera 2 fínir valmöguleikar? Nei, það var aldrei. Sko, ok, veldu við mig, þegar ég er dauður í dalnum. Er ég þá bara dauður áfengisdauða og ligg bara eitthvað staðar? Ég meina, hvernig liggur þið? Þú veist, þú ert ekkert með tjaldtali í raskatunni en þetta Nei, þú ert bara dauður í dalnum. Þú ert bara með andliti í moldinni og búinn að slefa eins og... Bara sést að þú ert dáinn áfengisdauða, það er fólk í kringu þig að gefa svona þumalinn upp og allir í flippi. Eða að taka lag allsber. Sko, það er rosalega skrítið blöð að taka lag allsber upp á sviði. Þú þurftir að vera rosalega ofpeppar. Þú ert basically tæklaðar af dýragesslunni og dregin af... Nei, þú ert hluta sjónu. Þú veist, það er börn í dalnum, allsber á sviði. Það er hræðilegt, þannig þið þurfið að taka hitt. Málið það. Það var allir lendi því.
ég þekki engan sem ekki lent í því að fá sér of marga og því miður missa tök á drykkjunni. Já, það kemur fyrir bestu menn og komur. Ég held að fólk hafa alveg skilning fyrir því. Bara að þannig vöðvingin að drakka á svo mikið í kvöld. Þannig ég held að sé ekkert svo mikið vesen. Ég held satt að minn enginn horfa á að segja þannig vöðvingin hann drakka svo mikið í kvöld. Fólk meira svona bara greið gilsarinn. Svo myndi allir bara, þú veist, taka skrefið yfir og lappa í burtu, sko. Það er bara svoleiðis, þú verður skilin eftir þetta. Ég, málið það, ég hef oft ofpeppast á sviði, ég hef rifið mig úr, en það væri... Hefur rifið úr? Þú rifið alltaf úr? Já, ég meina, ef ég er ofpeppast, þá rifið mig úr. Hver er líkurnar á rifið úr á morgun? Mjög, bara góða líkur að ég verða á bumbun á morgun, en að fara líkur buxunum, það er skrítið, sko. Og líka narjónum og sokkunum og öllu. Það er skrítið að fara á sokka. Ok, ég ætla að gefa leif á sokka. Já, en það er ennþá verið að vera allsbyr í sokkum. Það er vera allsbyr í sokkum að taka djammi í kvöldi. Ég held að Íslendin, alveg Íslendingur hefur skilning fyrir því að menn stundum partína það svo hart. Ég ætla að velja það bara. Ok, þú tekur að þú myndir frekar láta myndum að þið döðum í dalnum. Tók einu bjór og mikið. Já, þú líka, Steindi. Já, ég myndi alltaf gera það líka. Já, ég hugsi ég velji það að liggja þetta í moldinni bara. Steindi líka einhver ásælasta fyllibita þjóðarinnar, sko. Steindi, hann myndi enginn bara, fólk myndi ekki eins og þið fatta. Nei, bara hann er Steindi og labba áfram. Já, þetta væri bara einu helgi. Það væri bara svoleiðis, þetta er bara vennilega helgi. Bara ekki fyrir þetta austur núna. Það er eitthvað aðeins. En þá verð ég að spyrja ykkur, áður ég fyrir næstu spurningu. Hafið þið dáið áfengistöða, félagarnir? Já. Það hefur komið fyrir. Já, það hefur komið fyrir. Það hefur ekki komið fyrir nýlega, sko. Það hefur bara komið fyrir svona þegar maður var aðeins að svona sperimenta áfengið og maður var að svona aðtöðarna hvar sín þólmörk væru, sko. Líka já, Já, 100% þú veist, einhvern tímann í Þórsmörk, þú veist, 98, sko. Ég nefnilega, sko, það verður ekki gæst oft við mér. Ég man fyrir að gerist, þá held ég að vera 18 að 19 á, þá var ég að drekka bollu. Landabóllu. Það að drekka landabóllu, það eru hættulega. En þú veist, Casinoblöð, sem er meina Luppuásblöð, sko, hann er refstileg. Nei, það er bara vel reiður og... Það er þegar bara að dæla súrefni inn í kasínónu fulli. Þú er ekki hægt að víndra. Þú veist, hann les yfir dílernum, jafnvel skvettir glasi eitthvað og gólfið eitthvað, en drefst aldrei. Ekki ljú upp á mig. Ég sagði, má ég geta aðeins? Já, aðeins. Þá er næsta. Já. Ready. Hvort myndið frekar, segjum bara á sunnudaginn. Þannig góða líkur við verðum hérna fram á mánudag. Hvort myndið frekar fara í brekkusleik eða renna óvartnuðu brekkuna? Eftir að tala um bara brekkusleik við kona sína. Já, náttúrulega kona þín verður ekki þannig að... Nei, já, þú veist, eftir að tala um það. Já, ef hún væri hérna. Eftir að tala um bara random sleik. Þú veit að velja þá hitt, fattur við. Sleik í brekkunni? Nei, að renna niður. Ég er náttúrulega ekki með option. Já, meinar. En ef að kona... Þið eru með optiona, ég er með option. Hvað meinar að renna niður? Bara detti niður alla brekkuna? Já, varst ekki að tala um að renna... Já, ég skilji. Helst þú að hann var að tala um að renna niður buxuna? Já, ég miskildi aðeins renna niður, meintir þú að renna niður bara detta? Bara svo rennibraut, niður brekkunni. Já, vera bara kynalegur að renna þetta niður og vera asnalegur á því. Þú verður eiginlega að taka það, Steindi, það er skrítið að þú myndir fyrir brekkusleik á morgun til dæmis. Já, ég verð að velja það. En málið er Steindi þarf að hugsa þetta, hann er mjög góður í sleik. Mjög góður. Ég gefi sjálfur mér, hvað var það? Ég held að svona 8,7 af 10 í sleik. Það er rosa gott. Já, það er mjög gott. Sko, ég held að Steindi þetta íhuga alvarlega sleikina, sko. Bara á það hvað hann er góður í hún. Svona ágrís. Ok, hann er búinn að svara, hvað segir þú, Egill? Já, sleik. Já, eitt góðan sleik bara. Já, okkur ekki. Bara í brekkunni og svessmáð kannski að taka hérna. Það er ekkert að því að taka brekkusleik. Lægið á sama tíma, blísin eru kannski í gangi. Ég dæla það ekki. Fallegt. Það er ekkert að því. Þá er það, þriðja og síðasta spurningin og ég var með eina svipaði fyrra, ég manna, en ég ætla að spyrja ykkur núna, hvort myndið frekar fara aldrei aftur á þjóðhátíð eða aldrei fara aftur til Englands? Til Englands? Já. England er hundlegilegt land, sko. Nei. Stendur ekki fara til England, sko? Já, ég fara svona 18 til England. Nei, þú var aldrei séð þetta. Hundlegilegt. Það hefur aldrei farið á það. Sko, málið er að við förum reglulega, ég og Pó, á leik. Þess vegna er þetta erfiðari spurningi fyrir þig. Já. Og sko, þetta er mjög ósækjant því að aldrei aftur á leik með United eða aldrei aftur á þjóðhátíð, það er sem þetta að segja. Þetta er ósækjant spurning. Og ég ætla að leyfa Steinþór að byrja. Ok, þá ætla ég frekar að taka bara léttari hérna. Hvort myndið frekar týna veskinu ykkar í kvöld eða týna símanum ykkar? Veskinu. Alltaf veskinu. Já, veskinu. Það er ekki freitt að týna símanum. Ef ég að svara hinni, þetta er bara svo létt að vera að labba. Ég meina hérna, þú getur séð slökkvistöðuna og þetta er svona... Þú getur séð slökkvistöðuna? Já, ég meina, í staðan fyrir... Hvað ert þú að gera á þjóðhátíð? Í staðan fyrir Big Ben, til dæmis, farið dalinn í staðan fyrir að fara á Oxford Street. Rosalega skrítið að vera að peppa slökkvistöðuna. Ég meina, þú veist, málið það, England er bara hundlegilegt land.
Hundlega. Já, með þeim orðum ætlum við að fara í næsta þjóðhátíðarlag og þetta er eitt af besta frá upphafi. Að okkar mati allavega. Ég held að þjóðhátíð bíðu, það er eins gott að fólk komi yfir á morgun að sjá drengina á sviðinu. Maðurinn fór í bústað með Terrazia Caluste Besu í gær. Ég fer til hans með Viðar á eftir. Þetta verður eitthvað. Terrazia Caluste Besu hreinsar gamlar syndir af pallinum sem verður fullkomlega undirbúinn fyrir Viðar. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Við prentum fána, límmiða og skilti. Gefðu hugmyndum þínum vængi hjá okkur. Fjölprent. Stórleikur í Vestmannaeyjum á laugardeginum á þjóðhátíð. En þar mætast IBVF og Fylkir klukkan 1:30 á Hásteinsvelli. Hamborgarar og öl fyrir svanga gesti, BMX bros og sparkvöllur fyrir krakkana. Ekki láta þig vanta. Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka verður laugardaginn 18. ágúst. Taktu þátt og styrktu gott málefni á hlaupastyrkur.is. Hlauptu, það borgar sig. Startaðu þjóðhátíð hjá Midgard Basecamp Restaurant á Hvolsvelli. Hamborgari og bjór á tilboði alla helgina. Midgard Basecamp Restaurant, Hvolsvelli. 561 80 85. Hringdu í þetta númer eða kíktu á nu210.is og pantaðu mögulega besta sushi sem þú hefur smakkað og fullkomnaðu svo máltíðina með Egils Kristall. Nú Asian Fusion Garðatorgi. Kókomattrúmin eru öll náttúruleg frá botni til yfirdínu. Fyndu munin. Heimili og hugmyndir. Þægindi, gæði og ending saminast í faglega hönnuðum útivistarpoka frá Thule. Eigum glæsilegt úrval bakpoka fyrir útivistarfólk. Margt og mikið, Holtasmára 1. Snögg afgreiðsla og betri þjónusta. Viss viðurkennt verkstæði fyrir Apple 12. Þú færð allt fyrir útileguna í Bíkó. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Það er hárréttar, Keiluhöllin í Egilshöll sem færir ykkur FM 95 Blöð á þessum, yndislega föstudegi. Vestlunarhelgin hafin í öllu sínu veldi. Fyrsti þáttur eftir frí og þetta er stóri þjóðhátíðarþátturinn. Ertu að ofpeppast? Ég er að ofpeppast, við erum inn í Alþýðuhúsinu, það er alltaf verið að bila hérna. Frikki og Jón voru að trítla hérna inn og þeir eru á leiðinni spurningakeppni sem er hvað? King of Brothers. King of Brothers. Og svo ætlar Jón Jónsson, hann kom í gítarinn og hann ætlar að taka létta sirpu af 3 þjóðhátíðarlögum sem eru í ár. Það er þetta rosalegt sko. Ég hlakka til að heyra það, en svona meðan að þeir eru að koma sér fyrir drengirnir. Ég ætla að koma fyrir hans á óvarstendi. Nú? Jó, þannig er mál með vexti að ég fekk, þegar vorum að taka upp þjóðhátíðarlagið okkar, ég ætla að segja reyðuna, að það er partur af það sem að Jóhanna Guðrún syngur. Já. Nei, ég veit hvað þetta er. Já, nema það, við erum allir með svona, við áttum að radda eins undir og ég held að þetta sé bara gott dæmi hvað þetta er erfiðu partur sem að Jóhanna Guðrún að taka. Ég ekki gera þetta. Jú, ég fekk Ásgeir til að senda mér. Hvað, ertu ekki með frá Agli líka? Nei, hann söngið aldrei. Þetta er bara það. Það er frá sjálfu þér? Það fannst ekki. Já, þess var heldur góður. Það fannst ekki minn bútur. En við eigum þetta 2 búta og Ég láta að vita, ég tek ekki þátt í þessu einhelti Stenþór, ég veist ekki að þessu. Ég er að fara að hrauni við Geira að senda þetta sko. Ég veist ekki að þessu. Heyrum fyrsta bútið þegar Steindi er að reyna að syngja, svona undir bara miðlagið, tjekkum að þessu. Ég var að fíbla spáttið þetta ekki. Eyjar, Vestmannaeyjar, eyjan býður eftir mér og ég er klár í hvað sem er. Eyjar, Vestmannaeyjar, ég ætla að sigra eyjuna og ég er ekki. Herru, Rikki, ef þú heyrir í mig, dreft þetta núna. Steindi leikir þetta aðlega og tekit aðlega lélega söngurinn. Steinda til varnar að þá er hann með lagið í headphoneunum og er að syngja með Jóhannu. Ég er með lagið í botni í headphoneunum og ég vissi ekkert hvað, þú veist, ég kann ekki. Þetta er eitthvað slagasta performance. Herru, syngdu þetta núna. Ég er ekki nefnilega leðilegur. Nei, herru, segðu. Ég er bara með completely honest. Ok, taktu viðlagið núna fyrir mig, live. Steinþór, ég er með uppbyggilega gagnrýni. Þetta var
lélega sé heilt. Steindi var einu svona valinn flytjandi ársins á hlustendabellundum. Flytjandi ársins er ekki að sama og söngar ársins. Flytjandi er sviðsframkoma. Sko málið er samt að... Þú geggjar því, þú rýfur það á bumbuna. Þetta var í flytjandi ársins 2000. Já, herðu, en það veit svo skemmtilega til við eigum 2 búta. Við skulum heyra hinn líka. Nei, takk. Hann er betri. Vestmannaeyjar, eyjan býður eftir mér og ég er klár í... Sérðu, hvernig á ég að syngja þetta? Þetta segir þú sjálfur, hvernig á ég að syngja þetta? Ég fekk bara sjokk. Shit. En hefðist það, málið er það, en hérna ég vona samt, þú veist, að því að, ok, ég er náttúrulega hræðilegur söngari. En það er ég aldrei að syngja. Ég var einu svona rappari, ég get rettað með það. En málið er það, ég vona samt að fólk gerir sér grein fyrir því hversu góð sönguna Jóhann er. Hún er sturg. Þetta er gjörsamlega, þú veist, hún lenti öðru sæti í Eurovision. Það er ekki svo eitthvað getur tryggt. Það er samt besta Eurovision lag allra tíma. Á móti Ræbekk-ruslinu sko, sem er eitthvað þreytt eftir tónlistarmaður allra tíma sko. Það var góður þarna, veitir þú? Nei, djöfull var leiðileg. Pointið er, þú trýttar ekki á hvað svið í Eurovision og lendir öðru sæti sko. Þannig að þú veist, hún er ótrúleg. En þetta var, ég svitna á bakinu við þetta sko. Djöfusins fáið eftir þetta. Þetta var hræðilegt. Þú gerði þitt besta. Ég held að það sem skiptir mestu máli. Já, það er þetta rétt. En þú getur líka að hugga við það á sviðinu á morgun. Þá þarf þú bara að syngja og ætlir ekki að kúka í gólfhólurnar. Já, ég tekur þetta. Það treystum mér, ég ætla ekki að syngja við það. Og rífðu úr ofan og síndu fólki your passion. Já, það er sem fólk vil. Þeir eru mættir, Jón Jónsson og Frikki Dór. Þeir eru hér næstir og já, fyrst þeir eru mættir eða ekki að setja eitt rosalegt þjóðhátíðarlag með drengjum. Það er Heimaey. Vakna klukkan seint, fer í dalinn klukkan seint, heim úr dalum klukkan seint, en samt get ég engu gleymt, því að allt sem ég gerir fer beint í bankan, minningarna fara beint í bankan, reynsta fer beint í bankan. Er sturlalag og munni, já, er Heimaey, er það frumflutt á sunnudaginn eða er það frumflutt í kvöld, drengir? Ég verð að spyrja ykkur. Wow. Þeir eru mættir hér, Jón Jónsson og Frikki Dór og já, fyrir ykkur sem veit ekki, þeir eru bræður. Velkonir. Takk. Er Heimaey, er það flutt í kvöld, er það flutt á sunnudaginn? Er þetta leyndamál? Ég veit ekki, er þetta leyndamál? Nei, ég veit ekki. Það er svo gaman að hafa þessu eitthvað leyndamál. Blöð, akkur það komaði með vesen. Það er að koma í viðtal, sko. Já, ég ætlaði bara svona fyrir þjóðhátíðar gesti að peppa þau upp. Já. En jú, þetta verður kvöld. Það verður bara allir mættir í góðum gír og klárir í pollagallanum. Í pollagallanum. Er ekki til headphone á... Já, er ekki til headphone á Frikki Dór? Gæti ég fengið þessi þarna? Jú, það er til. En að Kjartan, getur þú græða headphone á... Nei, og ég held að væri tengt. Já, það spurði ég að keppninni, það er mjög mikilvægt. Já. Græja þetta, Kjartan. Sko, þú komst með gítarinn, Jón. Já. Þú ætlar að henda í smá styrpu fyrir okkur hérna eftir. Svo komum við með smá rítaninn líka fyrir ykkur. Þú ert ruglaður. Ég kom bara með gítarinn. Já, ok, það er vesen. Sko, þá er ég að spája að lána Frikka mín headphone fyrir spurningakeppnina. Gjörðu svo vel, Friðrik. Takk fyrir. Ó, því what an honor. Wow. Þetta er gæðika græði sem við með þetta strókar. Já, herru, við erum ekki í stúdíón okkar. Nú erum við bara live. Jón, ekki taka hérna Jón Jónsson hróka okkur félagana hérna. Við erum live frá Vestmannaeyjum, sko. Já, þetta er Thailand. Beint úr, já, Alþýðuhúsinu. Ok, við erum að fara sem sagt, við ætlum ekkert að ræða neitt meira við. Þú ætla að fara beint í King of... Við erum að fara það núna? Já. Já, ok, hörðu, við erum að fara í spurningakeppni. Oh my god. Og það er fólk ekki bara að spyrja mig. Hver er betri bróðir? Er það Friðrik eða John? Þið eru að fara í King of Brothers. Oh my lord. Og nú kemur í ljós bara, hver er betri bróðir? Það kemur í ljós í þessari spurningakefni, við veitum það. En er þvengur inn í þessu? Reyndar ekki, getur það bætað inn í viðkjörna. Það gæti að setja inn sem 10. spurningu. Sko, ertu hættu með þvengin? Nei, ég bara glemt hún, ég er bara með lága grindastur, en það er glemt hún. Má sjá, betur ég þarf að fá hérna blað. Ég skal sjá stíginn. Nei, ég sé stíginn. Ok. Má sjá, Friðrik. Það er ég. John. Yes. Ertu pollagalakall, Frikki? Algjör. Snið þetta að spyrja. Takk fyrir, Kjartan. Hvað er þetta? Vodka í rip, takk. Ok, strákar, þetta er King of Brothers. Og ég er bara forvitinn hver er betri bróðir. Ok. Hefurðu lánað bróðinum Cold Hard Cash? Já. Frikki hefur lánað Jóni. Lánað? Þessin lána? Bara lána á hana pening að flókið. Ó, herru, það er strax komin kergja maður. Nei, Jón er brjálaður. Ég er bara, þú ert að meina bara crispy sella. Hörru, þú ert Mr. Finance og aldrei lána bróðinni peninga. Frikki, ég lánaði peninga. Já, þú gerir það núna bara síðast fyrir Rússland. Það er rétt! High five. Ok, þannig þegar báðir lána okkur öðrum. Já.
Staðfest. Ok. Punktur á báða. Já. Hefurðu gripið bróðiðinn í hristing? Nei. Já, það farið beint í þetta bara. Nei. Þið verður að rifja upp 12, 13, 14 ára gamli. Gæti samt, mér minni samt að JJ hafi mögulega gripið mig í hristing einhvern tímann. Það er málið. Þegar ég var svona að hefja störf í þessu. Ég hef þá ákveðið að eyða þeirri minningu. En betur, er þetta ekki punktur það? Þetta er punktur á John. Það er 2-1 fyrir John. Og ég ætla að segja þér eitt, John, ekki til að setja hann pressa á þig. Þú ert favorite fyrir þess að, og þið voru að ræða fólk, og menn voru allir bara, John er the perfect human being, vinnur þetta alltaf. Ég sagði ekki valmönda Friðrik, sko. Sagði ég, sko. Enda frábær bróðir. En má ég spyrja einu? Gerir það þig að betri bróður að labba inn á bróðinu í þessu eða? Má ég ekki bara sjá þessu spurningu hérna? Því að það sem gerir hann að góða bróður er að hann greip inn í og hann fór að kenna mér og deila, þú veist, hann fór að deila reynslunni, sko, sem hann hafði. Hann er alltaf eldri bróðurinn, sko. Algjörlega, það var alltaf mikið álag á öxlum. Hann var að leiðrétta með gripið og eitthvað svona. Það var einhvern veginn, við þurftum aðeins að laga gripið, annars hefði hann ekkert ennst í þessu bara. Næsta spurning. Hefurðu þrifið upp ælu eftir bróðin? Nei, það hef ég ekki gert. Hvorur? Nei. Meiri líkur á John har það ekki? Jú, það eru meiri líkur á John. Miklu meiri, sko. En sko, basic ælupest, þau eru 7 ára telur, sko. Já, ég veit. Ég bara hugsa mömmu, sko, þegar ég var að fara í sögupróf og var búinn að vaka allar nóttina og ældi svo og greið mamma komið og ég verði bara að fara í prófið. Gangið vel, Jón minn. Hún fengi punkt. King of Mothers. Það er 2-1. Elskaði mamma. 2-1 fyrir John. 2-1 fyrir John. Segirðu bróðinum ef hann er klæddur eins og trúður? Frikki reyndar hefur bara... Loksins alvöru spurning. Shit, hann hefur alltaf verið með þetta unlock, sko. Fötin? Já, alveg, sko. Og hann hefur alltaf þórað meira en ég. Hann tók Beckhaminn, þú veist, að vera með eironum. Já, I love taking chances. Já, rakaði augabrúnina eitthvað. Alveg svakalega. Frikki líka bara það sexy, það skiptir líka máli hvað hann fer í. Sammála. Hann er flottur í því. Ég get farið 100 kílóin og samt verið sexy. Sammála, mjög sexy þegar þú varst 97. Þú hefur aldrei séð Frikka í einhvernum fötum sem finnst asnalega í rauninni. Það moment hefur aldrei komið. En myndu þið segja hverjum öðrum frá því að það væri? Já, ég hef segið myndi, já. Friðrik, og þú getur að segja John, sagði þau John, þess að piece of shit fara og skipta jakkan og það er aldrei gæst það? Nei, það hefur ekki gæst. En ég held að samt líka að segja að því að ástæðan fyrir ég hef alltaf verið með þetta því að ég hef alltaf bara lært af Jóni. Oh my god, það er reyna að ná sér í punkt. Þetta er þetta punktur? Getur maður eitthvað sótt punkt? Ég er bara að spyrja því. Þetta var fallegt. Það var fallegt. Ég get ekki gefið punkt fyrir þetta, sko. Nei, hann er harður, hann er mjög harður. Hefur gefið bróðinum ískaldan bjór? Ég get ekkert unnið. Er punktur á John? Yes! Jón? Ekki bjór. Ég er ekki með leiðulegu Frikki, það er bara að pakka þið saman. Á grínsku. Þú veit, var hann kaldur. Sko, the favorite er að pakka þessu saman. Hann var svo hrímaður. Ok. Wow. Svo nú kemur önnur spurning. Ef að bróðið myndi deyja í backpressu, myndir þú raða meira af lóðum á stöngina áður og ringir í 112 til að láta líta betur út? Já, klálega. Það er lágt. Báðir. Það er punktur á báða, 4-2 fyrir John hann. Það er ekkert að ræða það. Gekkið spurning. Mjög góð. Hefurðu kokkblokkað bróðin? Nei. Fljótsvara? Já. Þú veist. Þetta er samt ekki svo fljótsvar, ég myndi að það sé hugsið aðeins félagarnir Óla heitunum. Veist, ef þeir eru bræður, kannski saman 16 ára gamli, þú fer inn í herbyggið, Frikki getur lánað mér hérna eitt, opnar hurna, óps, ferðu, hvað er í gangi hér? Eitthvað svona, Já, hann er ekki að tala um að stela 10 á. Nei, bara óvart, bara þetta. Einhverja skemmtist að. Nei, ekki viljandi. Hvað segir þú? Hvað heitir þú? Þetta er rugglaður. Ég er að meina accidental. Þú veist. Sko, nei, ég man bara eftir að pabbi kom ekkert inn í herbyggið. Þetta er alltaf mamma ykkur og pabbi sem er að gera. Þeir eru að taka mann tilbaka einhvern veginn í Birkibergið, sko. Já, Þeir eru að starfa mann einhverju þá. Þannig að Frikki hefur ekki kokkblokkað en pappinu hefur gert það. Já, sko, þetta er bara ein eftir, sko. Þetta er því miður John búinn að vinna þetta. Við erum búin að vera svo leiðir. Síðan spurningin er, hefur þú lánað bróðinu smokk?
Við höfum alltaf verið bara mjög sjálfstæðir og maður reyndi að sjá okkur sjálfur. John að hugsa sig Nei, ég hef aldrei lána varstu ekki að stela það. Svo líka sko ég myndi aldrei lána honum, ég myndi alltaf bara gefa honum smokkin. Þú myndir ekkert rukka. Þú myndi ekkert vilja fá hann aft eða svona smokkin. Ég rukka alltaf á sínum tíma ef ég lánaði. Sama smokk. Sem minnum að það, Bösturinn skuldar mér ennþá 200 kall. Gjörðu svo vel, John, sagður það bara. Já, ég segi, já. Já, þú rukkaði peningi tilbaka. Ekki sjálfan smokk. Sko, nei, bara pening sem það kostar. Pakkin á 1200, þetta segir sig sjálf. Stöðlun á John fyrir þessa keppni var 1,12 og Friðrik 7 og the clear favorite vann. Ég ekki nefnilega leiðilegur en vákvæði voru Þú ert king of brothers, John. En ég ekkert eitthvað, jú, þetta minnum á þeirra hann tók smokkin eitthvað, ég veit hvað að gera. Það var ekkert svona. Það færi líka skrítið að vera að fara út í það, sko. Ég held kannski að Frikið skokkaði yfir tíðin. Jón, getur lána mér eitt hérna í smá vesili? Þetta er það svona eiginlega að ímynda sig þegar hann að semja spurningar. Maður sjá, já, Frikið er skokkandi yfir, John, lánaði mér eitt. Við vorum alltaf vegg í vegg sko. Við vorum með svona sérstakt bank. Smokkabankin. Það var lúa í veggnum. Þú ert a great brother, John. Við viljum að fá eitt lag sem er verið að spila annað kvöld í dalnum. En svo er það John Johnson. Þú ætlar að hendi smá sirspið fyrir okkur. En ég spyr, er ekki Tjammi kvöld eða? Rétt. Heldur betur. Steindi kemur inn eftir smá stundar. Kemur T, kemur J, kemur A, kemur M. Hvað er þetta? Tjam! Það er Tjam í kvöld og það er Tjam á morgun og ekki á morgun heldur hinn og hinn og hinn og hinn. Tjam í kvöld, Tjam í kvöld, Tjam í kvöld og hinn 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 og hinn. Hinn og hinn og hinn og hinn og hinn og hinn. Hei! Gúst Bomba 30 til 70% afsláttur 24 Iceland og Body Engineers Laugavegi 51. Hver var að hringja? Hvert ert að fara? Hvar er opið? Já, 1818. Allt sem þú þarft að vita. Slys geta skert lífsgæði okkar. Við hjálpum þér að fá greiddar þær bætur sem þú átt rétt á. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Nauthóll býður upp á fjölbreyttan hádegis og kvöldverð. Nauthóll við rætur Öskjuhlíðar. Nauthóll.is. Allt í fríið og ferðalagið. Rúmfattalagurinn aðeins ódýrari. Ferðalagið byrjar í Hagkaup. Allt fyrir útileguna eða sumarbústaðaferðina. Matur, drykkir, snarl, stólar, dýnur og sólarvörn fyrir þá sem hana þurfa. Hagkaup. Það er alveg sama hvort þú ert útiháttið að tíma eða innupúki. Pottur í stendir í 37 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar. Nú er Körfi með fulla búð af nýjum vörum sem skvísa þig upp. Körfi, fákafinni 9 og körfi.is. 2 grjótharðir og 1 túnmjúkur í FM 95 Blö. Blö í beinni útsendingu hérna frá Alþýðuhúsinu og já, þeir eru ennþá hjá okkur John Johnson og Frikki Dór og já, ég baða um að henda henni í smá sirpu. Það eru 3 þjóðhátíðalög sem er í gangi hérna á þessa helgina og já, við ætlum bara að biðja ykkur drengir um að taka þessi 3 lög hérna á kassagítar. Það er smá pressa. Góðstendir, that's my name. Þú og ég er saman eigum. Góðstendir, that's my name. Ætlar að dætti í rappið eða hvað? Já. Ok, ég held ég að dotti út. Já, ég held að líka reyndar en. En ég dætti ekkert út. Nei. Ok, sorry. Ok. Þannig að tökum við, sleppur rappinu. Þannig tökum við. Hey, my Eitt sem mér finnst sorglegt að því að datt út er ætlið að fara að rappa. Þið verðið að taka rappið fyrir mig. Let's do it. Ok.
Í heimaði. Ég er saman neyðum, góða stundi veist maður neyðum. Þú og ég við saman neyðum. Góða stundi veist maður neyðum. Sjá þetta tvíka, sjá þetta dansa rósir, sjá þetta törnuna. Ég barðast í Magnetur lósum. Ég tók bílinn í Herjólf, ég tók bílinn í Herjólf, sökkur. Samt er ég ekki með bílpróf, samt tók ég bílinn í Herjólf, Stælir í dal, baka bíl, baby. Það með lenda ekki sal, smaka fíl, baby. Ekkert svar, þrengt frá tal. Eftir þetta þá er ekki lægi. John Johnson, Frikki Dór, alltaf heiður að fá okkur. Takk kella og við ætlum að því að fá eitt gammalt og gott þetta frá John, talandi þjóðhátíð. Ekki eigar og pegir. Ég held að það sé ekki búið að fara fram hjá neinum að það er þjóðhátíð í gangi og ekki bara þjóðhátíð, það er verslunarhelgi. Ég held að sé fólk að keyra all land núna bara. Það er svoleiðis? Já, það er Ísafjörður og Akureyri og það er við náttúrulega mælum með þjóðhátíð og þá er allir að leiða náttúrulega. Fyrir mér er bara ein hátíð, öllum ekki það þjóðhátíð sko. Ég er ekki náttúrulega leiðilegur en það er þannig. Hversu svalir eru þessi bræður? Nú eru þeir farnir og heyr okkur ekki rósa sér. Einmitt. Það var allt vitlaust hérna bara í húsin. Þeir eru geggjað. Hvor þeirra vann keppnina King of Brothers? John pakkaði henni saman. Ok, þannig að... Hann var líka clear favorite sko. Já, svo var líka Egill með spurningar, þannig að Frikki átti ekkert séns, af því að ein spurningin var, hefurðu gefið bróðinum bjór, Jón drekkur ekki hana, ekki gætt Frikki fengi stig það. Ískaldan bjór sagði. Fyrirgæður skildi Egill ekki spurninga. Ég meina Vegas odds voru alltaf á Jóni. Já. Þetta kom ekkert öllum á óvart. Ég meina, hann er the perfect man og auðvitað er hann líka the perfect brother og þú veist, Frikki var severe underdog. En hann stóð samt vel. Það steyttist í, að mínum að eitt besta föstudagslag allra tíma. Við ætlum að heyra í Svessa hér eftir smástund. Hann er að fara að, við erum að fara að spila Can't Walk Away með Herberti Guðmundssoni í nýjum búning. Já, þetta er Svessa og Halldór Gunnari. Hann er komin á hættulega slóður þetta Svessi, hann þarf að standa sig. Þegar þú heyrir þetta lag, þú verður sáttur, ég lofa þér. Þannig að föstudagslagið er hér eftir smástund. Herbert er hann var geggjulög. En er það ekki bara heiður að jafn góður söngur og Sverrir Bergmann syngi lagið hans? Það sjálfsög. En áður fáum Sverrir Bergmann og föstudagslagið að því að við vorum í smá söng og þá ætlum ég að henda ykkur í sturlaða staðreyndir. Var það ekki komið í pásu það? Nei, það er alltaf 4 vegna fresti og við erum búin að vera frí í 5 vikur. Það var ekki klappað þetta í kring sko. Nei, en það heyrir fólki ekki í okkur núna, það heyrðu bara að við vorum að syngja. Á hverju er svona leiðilegur? Ég er með enningi leiðilegur. Við erum sturlaðar. Ég spurði bara. Við erum klárir, við getum eitthvað svona, er ein eitthvað horse manure? Já. Ok. Er það ready? Já. Við erum mjög peppar í það. Já, ok, það er nú gott. Ok. Það eru 2 líkamshlutir sem hætta aldrei að vaksa. Ég ætla að byrja að spyrja ykkur, vitið hvað 2 líkamshlutir það eru? Já, ég veit um annað þeirra. Ok. Á ég að svara það? Já. Má ég svara fyrst? Já. Ok, ég held svo eyrun. Það er rétt hjá þér, hvað er hitt? Hitt er nefið. Hitt er nefið? Hitt er nefið. Þið eru jafn gáðar, það er rétt. Eyrun og nefin hætta aldrei að vaksa. Þannig að það er skellur fyrir sveppa til dæmis, hann er með stór eyru. Reyndar getur líka sagt sko að miðsvæðið og Steinþóri til dæmis. Já, ertu að tala um Bubban? Já, Bibban. Já, það var nú gaman að Nei, ég var ekki að tala um, nei, Bibban. Bibbin er Ég var að tala bara um þetta því að Ég segi að það var algjör veistlega, hann myndi aldrei hætta að stakka. Nei, ég var bara að tala um þetta kolotniríku mataræði og þú veist, og miðsvæðar ég viltu vissur að nýja dæturinn mínu? Hvernig er það? Bara hádegismatur og kvöldmatur og ekki neitt meira. Það er svoleiðis. Hvað segir vöðvingi við því? Það veldur alltaf á því hvað þú ætti að borða í hátíðan Ég treð í mig, en ég borði ekki neitt af það. Ok. Þá er þetta basically að misnota the concept, sko. Hvað farið þið pizza í hátíðan og KFC á kvöldið? Það er rétt. Ok. Næsta gerbörturnar á höfrungum er í rassinum á þeim. Sturlu staðrind. Grunar að blöða sig byrjar að kokku upp þarna, sko. Já, búin að taka, þetta er 1 bjór á mikið hjá hann, sko. Hver er með geirvöttin í rassinum? Það er enginn, það er ekki sens. Hver er með geirvöttin í rassinum? Jú, höfrungar. Reyndar eitt, hvernig eru þið með barn á brjósti? Já, barn, höfrungar á brjósti. Ekki tróða þér krakkanum minni raskat á þess að gefa það mjólk. Ég trúi því ekki. En þetta er samt sturlustarinn. Svo er næsta, geitungar muna andlit á fólki. Þannig að ástæðan fyrir að geitungur er alltaf í kringu þig, ef hann er eitthvað að bakast í þér, þá man hann andlit þar. Og þetta fannst mér svolítið magnað að lesa, það verða viðkynna. En eru þið ekki frekar heimskir samt eða? Og þú getur rétt ímyndað hvað... Já, þú veist, þetta er pínlítið flugur, sko. Ímyndaði bara heilinni með lítill. Já, menna flugan er mjög lítill sjálf. Já, þetta getur bara ekki. Ég er farin að halda það að höfrungar sé að tróða börnunum mínu raskat og þetta getur ekki verið sagt. Gætir, varstu mögulega dettinn á einhverjum svona síðu sem stóð Crazy Facts sem var troll? Ég er alltaf með sömu síðurnar. Við erum búin að vera með þau í 7 ár, þannig ekki efast mínar heimild. Ok, og það er æsa sér samt. Svo er það kolkrabbar verpa 56.000 eggjum í einu. Hæ? Já, sko... Setið þeim bara fugl, það er 1 í einu. Kolkrabbar 56.000 í einu. Getur hann átt 56.000 börn?
Ég veit ekki hvort að öll verðið að bönnum. Hefur aldrei pælt í þessi síða sem voru að grafa þetta upp, já. Þetta sé allt bara eitthvað troll. Já, ég hef 100% á því núna, sko. Ég hef alltaf tjekkað á þessu. Þetta hljómar allt mjög asnalega, sko. Já, ég er bara þið ápeppast hérna í einhverjum Túborg, sko. Talandi Túborg, við ætlum að gefa 10 kassa hérna eftir. Já. Eina sem þú ert að gera núna er að setja þig að syngja lagið okkar í story hjá þér á Instastory. Koma og sína okkur að hérna og það farið kassa Túborg. Þannig að þið sem eru í Vestmannaeyjum hendið inn ykkur að syngja. Fá 10 Ég ætla að segja eigina. Nei, þú fær 1 kassa. Fyrstu 10 sem gera þetta fá kassa Túborg. Yes! Ekki 1 sem vinnur 10 kassa. Nei, þannig að ef þið eru hérna í Vestmannaeyjum, hendið inn á Instastory þið að syngja Ég ætla að segja eigina, sýnið okkur að hér og þið fáið kassa Túborg. Það er Túborg gámur hérna fyrir utan. Ég hef aldrei séð svona. Túborg gámur, bara risagámur sem er fullur af bjór og með dælu utan á gámnum. Hefur þið séð svona? Ég hef ekki séð það áður. Þetta er rosalegt. Það eru 2 spurningar eftir, sturlaðar staðreyndir eftir. Hundar geta orðið munkar. Já, þannig að hundur getur lappað inn í klaustur og gest munkur. Já, ég meina, það er einhver munkur á hund og gerir hann að munk líka. En ég meina, það er ekki líklegra. Sko, hundar er ekkert eðlilega graður. Nú er ég ekki að finna þetta. Þeir eru að fara að gangi í klaustur. Hvað gerir það? Það meina, þú veist. Hvað er þetta að tala um? Hundar geta ekki orðið munkar. Ég er að segja ykkur það. Hvaða síða er þetta sem Faraðar í appelsínuguna, búningin og allt rastlið? Brúna eða appelsínuguna. Og er bara rökuð munkaklippingin á það og... Já, ég meina, ef þú ert í þannig gýr. Það er hár í hliðum og... Það er aldrei verið erfiðar að giska á horsemanure í einni keppni. Ef þú ert í þannig gýr, heldur að hundur mæti í þannig gýr að hann vilja fá munkaklippingu og... Nei, ég er að tala um ef þú ert munku sjálfur, átt hund, þá getur það gert hann að munk líka. Það er það mér að segja. Ef þú ert í þannig gýr, þú vilt að hundurinn verði munkur. Já, en mæntalega að færa þá er hann sköllóttur í miðjun uppi og með kraga, þú veist, hárkragan og... Ég sá munk í búning þegar ég var að skoða þetta. Jesús. En svo er það síðasta, meðal manneskja blótar 90 sinnum á dag. Mér finnst það svolítið mikið. En það er stjórnum starrinn. Sko 90 sinnum á dag, það lítur að það er Breti. Það er ekki í Bretlandi. Ég er ekki gæja sem blóta svo 90 sinnum á mínútu sko. Herru, nefnum að lesa hratt yfir þetta. Hratt yfir, það er eitt af þessu sem er kjaftaði. Það eru 2 líkastöndi sem hætti aldrei að vaksa. Það eru eyru og nef, geirvörtur og höfrungum er í rassinum aðeim, geitungar muna andlita fólki, kólkrabbar verpa 56.000 eggjum í einu, hundar geta orðið munkar og meðal manneskja blótar 90 sinnum á dag. Hvað af þessu er kjaftaði? Ég ætla að segja að... Ég ætla að leyfa bílnum núna, það eru margir í bílnum. Hvað segir fólk í bílnum? Hvað haldið þessi kjaftaði? Í bílnum? Fólk sem á leiðinni í Landeyjahöfn. Ég ætla að segja hundamunkur. Sko... Þú segir að hundar geta ekki orðið munkar? Ég eiginlega verð að tippa á að geirvörturinn og höfrungum sé ekki inn í raskatuna. Það er... Steindi vann, það hefur einn hundur orðið munkar en það má ekki lengur. Það betur þá vann hann ekki, það hefur hundur orðið munkur. Já, en þeir, veist... Það er búið að taka fyrir það? Technically, það ekki. Það er búið að taka fyrir það? Já, það vann enginn. Herru, það voru ekki velun, Steindi vann þetta. Eru geirvörturinn í raskatuna og höfrungum? Það hefur hundur orðið munkur, þannig að... Það er komið að næsta, ég veit ekki eins og hvað næsta lag er. Rikki með þetta og hreinu, Rikki, hvað er það að fara í? Ástin á sér stað. Ástin á sér stað, rosalegt lag. Rikki, getur þið sungið fyrir mig smá part úr því, úr Ástin á sér stað? Nei, takk. Eldar lýsa ský. Ég man saman göngum þennan stíg aftur enn á ný. Ég man ég klappa lófunum, ég stappa fótunum, ég fagna því að vera til. Þjóðhátíðardagskrá FM 957. Föstudaginn 3. ágúst verðum við í beinni útsendingu frá Alþýðuhúsinu Vestmannaeyjum til að keyra þig inn í helgina. Kristín Rut og Kjartan Atli verða milli 1 og 4, svo kemur FM 95 blöð úr sumafríi og verða þeir til klukkan 6. Þjóðhátíðardagskrá FM 957 er í boði Keiluhallarinnar, Egilshöll, Fitnessport og Túborg. Léttöl. Fylgstu með Þjóðhátíðardagskrá FM 957 alla helgina frá Vestmannaeyjum. Túborg Léttöl, Pepsi Max í samstarfi FM 957 og 1011 kynna Albatross á Þjóðhátíð 2018. Miðasala á dalurinn.is. Túborg og fín tónlist. Á morgun er laugardagur til lukku í Húsgagnahöllinni. Ótrúleg tilboð sem gilda aðeins á morgun laugardag. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
Vissir þú að 70% kvenna lesa fjölpóst? Hafðu samband og við komum þínum skilaboðum áleiðis. Póstdreifing. Ágúst Bomba 30-70% afsláttur 24 Iceland og Body Engineers Laugavegi 51 Helmingur bílstjóra skoðar tilkynningar í símanum við akstur. Má það virkilega ekki bíða. Sjóvá. Fáum okkur pizzu. Pizzan. Sími 578 88 88. Vertu með allt á þurru í ferðalaginu. Fáðu þér Timberland boots. Timberland, Kringlunni. Vildarpuntasafnarar fá fjórfaldað vildarpunta Icelandair hjá Ólís og OB alla verslunarmannahelgina. Komdu við og dældu inn á draumaferðina. Ólís, vinur við veginn. Prófaðu nýja street foods. Kryddblanda, vefjur, sósa. Tilbúið á 20 mínútum. Santa Maria. Vaffer skorar á atvinnureikendur að gefa verslunarfólki frí á mánudaginn og láta frídag verslunarmanna standa undir nafni. Njótum helgarinnar. Vaffer. Fallegir skartgripir. Fríða Gullsmiður. Skólaverðarstíg 18. Tengdó að koma í kaffi? Kornið bakari klikkar ekki. Komdu kornið. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Það held ég þeirra að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 eins og komið náðan þá erum við að gefa hér 10 kassar Túborg. Þeir eru svona meðkostendur á þessum þætti, þjóðatíða þætti FM 95 blöð, þannig að já, komið ykkur upp í Alþýðuhús. Strax farnir 3 kassar, þannig að þetta er að mókast út. Það er rétt, en það er hins vegar komið að... Nefnum er eitthvað betri sem heim en free beer. Það er fátt, sveimið þá. Já, bara mín persónulega skoðun. Já, en við erum hins vegar að fara í föstudagslag og já, nýjasta föstudagslagið, það hefur ekki verið föstudagslag heillengi. Og ég held hann sé á línunni, hann Sverrir Bergmann, ertu þarna Svessi? Ég er hérna. Þarna ertu. Wow. Man of many sweats. Herra Vestmannaeyjar þessa helgina. Sverrir minn, getur lagt frá þau joystickið í 1 mínútum að tala við okkur? Já, ég var einmitt að leggja það frá mér. Takk fyrir það. Ertu í tölvunni eða? Hvað fyrir þau? Ertu í tölvunni eða? Ekki núna, ég er að tala við ykkur. Pæli í þessu manni, hann leggur bara joysticknu, var að spila Destiny 2 að kúk í pizzakassa, fyrir svo stóra sviðið, 20.000 manns, bara að fara á hnýin fyrir hann. Þetta er herra Vestmannaeyjar, við erum að tala við hann. En herra Vestmannaeyjar er ekki mættu til Vestmannaeyjar eða það? Nei, ég kemur á morgun. Kemur á morgun, já, náttúrulega með okkur í sjóinu. Já, þetta er rosalega. Það verður að viðkynast, það verður smá skellir og þú myndir ekki koma að vera með okkur á morgun, sko. Já, ég ætla að stefna að vera með ykkur. Það er mikilvægt að hafa söngvara í þessu. Nei, málega, við erum allir fínir söngvarar. Það er fínt samt ef að Tartmouth geti gefið okkur svona maður geti gefið okkur svona backup singer backup. Já, og líka bara hann er svo góður að ríða stemminguna. Og hann er geggjur bakgrönd. Mér finnst alltaf að Sverrir er svona, hann er geggjur svona bakgröndar söngvari, finnst mér. Ég er þetta líka, sko, ég er búin að vera í dag að redda hljóðfærum fyrir þig að spila í. Já, takk fyrir það, meistari. Ég vantar með 2-3 hljóðfæri. Er allt klárt? Já, þetta er allt klárt. Er búin að græja hljóðborð hann daglega eða? Já. Ok, við þurfum samt að passa að það verð ekki sett í samband. Við viljum ekki fá Blöndósar fíaskóið aftur hérna 2018. Passaði bara að sé ekki batteri í hljóðborðinu. Sviðið á þjóðatíð er elevated, þannig að ef ykkur fyllibit þarf að fara að setja það í samband, þá þarf hann að skríða 20 metra upp, sko, og setja það svo í samband, sko. Svo er Haffi ekki að reyndi girðingu líka. Já, við viljum ekki hostile crowd. Sko, fyllibitun á Blöndósi setti það í samband. Sviðið var ekki elevated, þannig að hann komst mjög auðveldlega á sviðið og setti snúruna inn, bara það er ekki verið að gera það múlið. Passaði bara að sé engin batteri í hljóðborðinu hans. Pappa Sveppa held ég spilaði á hljómborð, sko. Já, hann rósa honum mikið daginn eftir á sunnudegi og var hann að tala um að Egill væri rosalega góður á hljómborðinu. Hann stóð sig sérstaklega í gítartólunum líka, hann var geggjað. Já, og Sveppi brjálaðist og spurði heldur í alveg hann spila á hljómborð. Ekkert eðlilega heimsku pappa Sveppa. Svessi, hvernig, það er nýtt föstudagslag. Og já, það, sko, Egill meina á sér að taka rosalega séns því að King Herbert, þetta sé það legendary lag. Þetta Can't Walk Away. Já, þetta er bara, maður er að ráðast á garðin þar sem maður er hæstur. En ein hliðarspurning, Sverrir, nú æfir þú í sporthúsinu og æft lengi með vöðvingjanum og vöðvingi komið meðal hans í 7% fitu og 25 döður uppbyggingar.
Já. Hefur þú rekist á Herbert Guðmundsson inn í klefa þegar hann á vaskinum? Já, auðvitað ekki það. Já. Er það ekki svolítið svona, það upplifun? Ertu að tala blásturinn eða? Þegar tekur blásturinn? Já, að syngja og svona, alltaf flottur. Herbert alltaf flottur. Já. En eitthvað sem þú vilt, sko ég búinn að heyra demo af laginu sem við erum að fara að spila núna, eitthvað sem þú vilt segja svona áður við setjum á, nýjasta föstudagslag FN95 blöðan? Nei, ég bara hlustu og vonandi fílið þetta, sko. Ég allavega í skíunum með þetta. Já, bara ekki lappið í burtu? Nei, klárið þetta til enda og það er ég sáttur. You Can't Walk Away, þetta nýjasta föstudagslagið og þú vildi menna þetta verið konungu þjóðatíðar, hann kemur á morgun. Já, Svessi, Haldur Gunnar, Albatross, þetta allt hérna helgina. Sko þegar Svessi drefst, þá þjóðatíð flautuð af. Það svolítið svona. Hann á þessa hátíð. Þá þeir í vesinni. Það svolítið þannig, sko, því miður. En hér kemur nýjasta föstudagslagið, þetta Can't Walk Away. Svessi, sjáumst á morgun við diskunni, þú veist það. Gott að heyra þér. Þetta var Sverrir Bergman með Can't Walk Away. Já, þetta geggjað. Vá, þetta var rosalega útgáfa. Þetta ekki eitt besta föstudagslag? Já, fyrir mig sem eitt Harlan Herbert aðdáanda. Þetta geggjað. Ég var að sá fyrir mig blásturinn í sporthúsinu með hann einhvern veginn og Svessa bara með honum hann og þetta bara geggjað dæmi. Þetta var mjög vel gert. Sverrir Bergman og Haldur Gunnar. Anskotin ég held að það gæti þurft að fara í spilun og stöðinni. Allavega tímabundu og sá hvernig hlustundum takk í það. Alveg pott. Alveg geggjað. Við erum í beinni útsendingu, við erum live frá Alþýðuhúsinu í Vestmannum. Styttist í Jóa P. og Króla. Fullt að liði, Jóa P. og Króli, MC Gauti, Jón og Frikki eru að fara að vera með tónleika hérna milli 6 og 8. Það er alltaf að fara böndunum hérna. Það svolítið, maður er að ofpeppast. Það hættulegt. Ég er ofpeppast fyrir gigginu á morgun. Ég verð á viðkynna. Við erum á Stórsviðinu 10:30 og svo aftur klukkan 1. Já, og við ætlum í rauninni, við ætlum að gera allt vitlaust. Við erum að leggja mikið metna þetta og við ætlum að gjörsamlega tjúllast þarna á sviðinu og ég er eiginlega búinn að lofa því að ríða mig á bumbuna að við sjáum til. Þetta í fyrsta sinn sem við erum 10:30, þannig að við þurfum að treysta á liðið og komið myrkur? Það er svona að byrja að rökkva. Verði ég beru ofan að degi til á bumbuna? Nei, það er orðið myrkur í lokin. Já, ég fíla þetta. En við erum að fara í augljósar, þegar ekki? Við erum að fara í, komið að því? Já. Ertu ekki að grínast? Nei. Ég segi bara takk fyrir það. Þú veist, ég það miklu gýr, ég er í þjóðatíðagýr, ég er bara pínu peppaður fyrir augljósar. Er það? Ég veist það geggjað. Ég ekki að rakka það niður. Alls ekki. Nei. Ég Rikki, heyrðu í okkur. Tæknimaður í stúdíu. Rikki er þarna. Geggjað. Rikki, það er gott að sérst á línunni. Ég ætla að fá þig með í þessu innkomu. Takk fyrir það. Og til hamingju með nýja shakein á Shakein Pizza, Kleinuríkja shakein. Innilega til hamingju. Takk kærlega fyrir það. Hversu bólinn er að vera með eigin shake ángríns. Ekki láta neitt segja neitt annað. Hvernig bragðið á þessum shake, Rikki? Væntanlega Kleinuríkjabragð. Það er bara Kleinuríkjabragð með svona smá karamellu fudge. Þetta er rosalegt. Fjast að það var eitthvað spínatbragð þessu. Kleinuríkja og karamellu fudge. Þetta var líka svo fallegt að Rikka. Það er Kleinuríkjabragð og smá karamellu fudge geggjaður. Eins og slókanið segir, þetta er bara partí í munninu maður. Málið er ekki, þú getur basically drepið núna, þú er búin að toppa í lífinu sko. Já, takk fyrir það. Veist hvað er rosalega eiga sinn eigin shake. Já. Þóttinn eigin shake. Það er fátt sem getur toppað, það er eiginlega bara ekki neitt. Þú er búin að toppa því miður. Herðu Rikki, ertu með Mr. Selfridge-bettan kláran? Hann er komin á. Erst þú klár? Ég veit þú er gaman þessu Rikki. Elskar þetta. Ég er með þess að peppar. Herru Rikki, gerð mig greiða. Getur þú hækka vel í Mr. Selfridge-bettan? Herru, ég heyri nóg. Hann er í botni. Er hann alveg í botni? Já. Ok, ég elska það. Er þetta allt tengt þjóðatíð? Herru, þetta er allt tengt þjóðatíð. Þetta eru 4 augljósar staðreyndir og það eru helvíti augljósar þetta, þótt ég segi sjálf frá. Svo er ein augljós spurning. Ok, ég er til. Ert þú til og til? Allir til. Egil, ert þú til? Ég er mjög peppaður. Og Rikki, ert þú til? Já. Yes! Hanna. Þá byrja ég og ég vona að hlustendur séu einnig klárir. Þetta er fyrsta augljósa staðreind dagsins og hún hljómar svona. Kúlutjald getur ekki náð fellu í keil. Geggjað. Ég elskar það Rikki, við gaman að þessu. Hvernig þetta er tjald að halda kúlu? Tjald er ekki með hendur, sko. Þú þarf þess að kúlu í keilu. Já, hæ? Þú þarf kúlu í keilu. Já, en hvernig getur tjald, hefur þessi kúlutjald halda á keilu kúlu? Nei, það er ekki hægt. Þú sko eru þungar. Einn af þínum bestu, hún var geggjum. Þessi var góð. Vágóm og góð. Þessi var helviti góð. Þá er komið að annari augljósi staðreind dagsins. Ég er mjög gaman að henni. Hún hljóma svona. Klárir. Já. Pollagallar eru ekki syndir. Þessi var fín. Þessi var fín. Voila.
Ég meina, þú veist. Jú, það er góð. Ég meina hvað, þið myndu bara fljóta, sko. Ég vil sökva. Þið myndu ekki taka Ég meina, steinsund. Rikki er sáttur. Mjög sáttur. Hafið þið séð Pollagel að taka baksundið? Nei. Það er ekki að gerast. Ekki nema að sé ykkur í honum að taka baksund, sko. Það er bara ekki að fara að gerast. Þú náður ekki að lagla þessari. En fyrsta var góð. Fyrsta var geggjuð. Þessi hérna, ég held mikið upp að segja þetta. Ok. Eru þið klárir? Já. Þetta er þriðja augljósa staðreynd dagsins. Hún hljómar svona. Árni Jónsson lék ekki mörgæsamanninn í Batman Returns. Það var Danny DeVito. Ok, þessi var góð. Það var amerískur Hollywood-leikari sem lék hann. Þessi var góð. Það var Danny DeVito. Þessi var skemmtileg. Þessi var fín. Já, ég hló þá. Þarna hlóstu. Ég grenjaði ekkert á hlátri, en ég hló. Þá er það fjórða augljósa staðreynd dagsins og hún hljómar svona. Kanínur kunna ekki textan við Jam í kvöld. Þú hefur gaman að þessu. Þetta var ekki það sem Rikki. Rikki, er það með þig? Rikki! Ég hef aldrei séð kanínur syngja Jam í kvöld. Hvernig ættu kanínur að þú veist, ég meina, það getur ekkert sungið. Hvernig er textin á það? Það er Jam í kvöld. Það tístir Og það er mig. Jam á morgun. Og ekki á morgun heldur hinn og hinn og hinn og hinn. Hefur Jam í þið kvöld. kanínur segja það? Nei. En minna, það er kanínutenging af því að það er gólvöllur hérna og Egil sagði mér á hann að séu kanínur á gólvöllurum, þannig að þetta er eigatenging. Ok. Það er staðfest, það eru kanínur þar. Þá er komið að fimmtu augljósi staðurinn dagsins sem er spurning. Þetta er augljós spurning. Og auðvitað, í dag, þá ætla ég að beina til þín. Ok. Bara í dag. Ok. Og þú verður að vera mjög hreinskilinn. Alltaf. Og vera opinn fyrir þessu. Er þetta tengt fjölskyldum minni eins og alltaf eða? Já, herru, veistu? Sko málið, við erum í þjóðatíð þátt núna drengin, en það er fundur í vikunum, við þurfum aðeins að fara svona. Nei, málið er að, sko, veitu, hlusta á hana. Ok. Ekki dæma hana fyrirfram. Ok. Fimmta augljósa staðurinn dagsins er spurning og hún hljómar svona. Hver er munurinn á Herjólf og pappaðinu? Herjólfi? Herjólfi, bátum, sem ferja fólk að milli. Já, þú ert ekki að tala Gaurinn Herjólf. Ég á félag sem heitir Herjólfur, Bústi. Það? Já. Það er reyndar æðislegt nafn. Já. Hver er munurinn á bátnum og pappa? Já, og bara Herjólfur er skip. Já, en ég er ekki að leita því. Akkurat. Það er, hvað viltu ég taka inn að dansa lengi við? Það er vél í Herjólfi. Já, hvað? Það er vél. Hér og eftir er síðasta, spurningakeppnið Gilsans verða King of Þjóðatíð 2018. King of Þjóðatíð 2018. Við höfum 2 kassa Túborg eftir, þannig að þú ert hérna upp í Alþýðuhúsið, þá máttu við taka 1. En förum í auglýsingar. Fyrstir hambúrgarar á grill með beikoni, gráðosti eða chili. Krónan. Þú færð Arion Original hunda- og kattamatinn í verslunum Líflands. Arion Original fyrir besta vininn. Fekk bíllinn endurskoðun? Leitaði til okkar. Bifreið.is, þínir menn í þýskum varahlutum og viðgerðum. 50 Cent á Manchester Arena föstudaginn 20. og 1. september. Úrval útsýn fyrir á afmælistónleika plötunar Get Rich or Die Trying. Þetta kvöld verður ekkert annað en veisla fyrir hiphop aðdáendur. Helgarferð, miði á tónleika, gisting á 4-stjörnu hóteli og morgunverður á eins 99.900 krónur á mann miðað við 2. Ekki láta þig vanta. Bókaðu núna á úrvalútsýn.is. Verslunarmannaferðin gæti endað út í heimi því vildarpunktasafnarar fá fjórfalda vildarpunkta-Icelandair hjá Ólís og OB alla verslunarmannahelgina. Komdu við og dældu inn á draumaferðina. Ólís, vinur við veginn. Nú er Körfi með fulla búð af nýjum vörum sem skvísa þig upp. Körfi, fákafinni 9 og körfi.is. Sumarútsalan er hafin. Signature húsgögn, Askalind Kópavogi. Gæði og glæsileiki, endalaust úrval af hágæða flísum. Flísabúðin, Stórhöfða 21. Eitt mesta úrval landsins af skólavörum. A4, skólavörubúðin þín. Enska úrvalsdeildin hefst 10. ágúst, en við hitum upp fyrir komandi átök á sunnudag þegar Chelsea og Manchester City keppa en árlega góðgerðaskjöld. Stöð 2 Sport, besta sætið. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll.
Þetta DJ Muscle Boy með Louder. Þetta verður tekið í dalnum annað kvöld eða ekki? Það er ekki ólíklegt. Það er ekki ólíklegt. Er þetta þitt stærsta lag, myndir þú segja það? Já, við ætlum með mesta spilarinn á Spotify. Það er bara þannig. Þannig að hlýtur að vera þá vinsilast. Louder. Rosalegt lag en það er hins vegar talandi Egil. Það er komið tíma á spurningakeppni Gilsarans og þú ætlar að henda okkur í King of Þjóðatíð. King of Þjóðatíð 2018. Já. Hver vann 2017? Eins og maður spenntur fyrir þessu, þá maður líka alltaf skítrættur. Þú pakkar saman í fyrra blöð, sko. Steind átti ekki break, sko. Okay. Hæ, í fyrra? Já, sko, þannig að þú veist, Steinþór þarf virkilega á að comeback. En býtu, það var gaman að segja hann, að reyna að rífa sig upp. Mér þetta hefur bara verið mjög tæft í fyrra. Ég veit ekki hvað vitlist þetta er. Nei, þetta var mjög langt frá því að vera tæft, sko. Þetta var bara, þú áttir ekki break, sko. En núna vonum við að þetta verði spennandi fyrir hlustendur. Þannig að spurningakeppnin er hafin. Hefur verið í Pollagalla í Herjólfsdal haldandi og einum Túborg? Rétt. Rétt. Það er punktur á báða. Þetta var léttur punktur. Þetta er mjög spennandi svo staðan er okkur núna. Já, mjög spennandi. Þetta var fyrsta spurning. Hefur það hægt þér á gólfvellinum? Nei. Bara, hvað minnum við, kúk í hólundar eða? Já, bara á grasið eða hólundar eða eitthvað? Nei. Það er bannað að kúk í hólundar. Já, það er bannað að kúk í hólundar, sko. Já, það er illa séð. Það er ekki bannað. En málega það, ástæðan fyrir þessi lína í laginu okkar líka, er að það hefur verið gert. Það er mjög oft. Hverju ári. Já. Mér finnst það ekki svo hræðilegt. Já, mér finnst það viðbjóður. Ég var að vona sem gólfari sjálfur, finnst mér það ógeðslegt Egill. Þannig að í guðanabænum verður ekki að hvetja til þess. Ég gólf ekki, sko. Við gólum ekki. En minna, blöð, þú eru þurft að hægja þér og var ekkert kamar mjög nálægt eða? Það myndi bara hlaupengst út í hlýð, það myndi bara gólfvöld. Hvoru fær punkt þarna? Nei, sem betur fer. Hefur þú farið beint frá beni í brekkuna? Já, við báðir. Já, ég veit að þetta var grein sem út af vitni á vísi.is en Steindi var með mér. En málega er að sko... Þú varst í brekkunni og þú varst að skemmta með mér á beni. Já, en málega er það... Punktur á báða. En málega er það, við verðum að kom clean í það. Málega er að sko... Ég var að vinna á báðum stöðum. Já, þetta var vinnuferð og við vorum báðir að vinna, við vorum að skemmta í útlöndum og vorum að skemmta hér. En málega er að ég fór, úr brekkunni til Benidorm í vinnuna, en þú rullaðir úr brekkunni. Nei. Þannig var fyrirsögnum. Ég hef aldrei verið fullar en þú, þannig að þetta er punktur á báða. Það stóð sko rullað úr brekkunni, er það ekki? Það stóð ekki rullað. Það herðu þetta bara, mennur að hafa gaman. Það stóð beint úr brekkunni til beni. Þetta er 2-2, núna er þetta virkilega spennandi. Hefur þú tekið eitt fyrir liðið og verið gæinn sem er beru ofan í tjörnin í dalum með Smirnoff-flösku? Nei. Ég get ekki gefið þig punkt, blöð. Nei, ég vil ekki punkt. Þetta er voða skrítið líka. Ég er aðeins að hugsa hvort að ég hafi, ég leik nú í þættinni hérna með. Já, það er ekki að sama þú ert að leika í sjónvarpsþætti eða bíómynd. En þú varst í tjörninni með Smirnoff-flösku, eða ekki? Já. Öskrandi, svona peppaður. Sko málega ekki, ég var búin að gleyma það. Þetta er technically punktur. En málega, ég fór samt í tjörnina, það var enginn að horfa, það sá enginn kameru, það var eins og talið kamera. Þú varst í tjörninni og Hannes Þór Halldórsson, auðvitað viltu það. Greatest goalkeeper of all time, var að leikstýra þessu, sem er bæðið að hlusta núna. Já, hann er að hlusta, hvar er hann? Hann er í Bakú eða eitthvað, ég veit ekki hvað það er, þetta hirta. Hann er að fá sjárat núna í FNÍ fyrir blöð, djöfulli gaman að leika. Hann er ykkur 40 gráðum. Besti markmaður heims, það er bara svoleiðis. Of all time, segi ég. Pælið því, hann var að spila með Aftureldingu, nokkur ára setna var hann að verja víti gegn Messi. Þetta gerist þá að spila með Aftureldingu, það er bara svoleiðis. Ég verði miður að gefa Steinda punktana blöð, ekki farið í fílu. Alls ekki, mér langar ekki að vinna þetta hvort það er. Hefur þið farið í slella með gellu í dalnum? Já, með gellu? Já, með gellu. Geggjaðri gellu. Það er bara hann. Staðan er þannig að það er 4-3 fyrir Steinda og eftir ömulegt ár í fyrra þessar keppni. Þá Steinda kom að vera óvarsett. Hefur þú stundar samlíf í tjaldi á þjóðhátíð? Nei. Hugsið ykkur vel um? Ég var að hugsa mér vel um. Blöð búin að vera hann frá 2002 sem var aldrei stundar samlíf í tjaldi hérna. Það er að ég hef ekki farið á 30 þjóðhátíð eins og þú. Ég held að þetta sé sko, ég held að ég er búin að skemmta þetta. Jú, ég er búin að skemmta þetta svona 5 sinum og farið 2 og 3 sjálfur. Blöð, ég verð að call bullshit sko. Stundum þar vöðingin að setja fótið niður og call bullshit. Herðu, maður spyrja, akkur kallar þetta bullshit í honum eins og þetta hafi verið 100% lígi honum? Þið grunar ekki að það hafi verið lígi á mér. Nei, Ok. Ég er búin að segja það 300 sinum, ég er 8 á góðan degi. Af hverju gæti ég ekki verið á góðan degi einhvern veginn í gamla daga? Séð þið einhvern veginn ekki fyrir mér tjald eitthvað? Hvað segirðu?
Viltu hann sé yfir Nei, mér fannst bara svona leiðilegt að væri bara að segja, já, einmitt, ég skil það, en auðvitað, glætan. Nei, málið Steindi, 2001, þegar þú varst heima í skotbolta, þá var Blöð, Riding the Wave og Sverrir Bergman og án þín sem var monster hit og hann að reyna að halda þig fram, hann ekki fara inn í tjald og stunda samlíf, þannig að það kjafti það síðan eitt. Þetta er bull. Ég skal ekki reyna að ljúga því að ég reyndi það bara gekk ekki upp. Og þú varst að piece of shit þá, eða ekki? Já, örugglega. Hefurðu rifið úr og ofan í teknotjaldinu? Nei, og það mun aldrei gerast á menn í rifi. Já, ég er bara nákvæmlega sama svar og auðvitað. Það væri eitt bömmerinn maður að vakna. Já, þá vil ég frekar bara maður mætti frekar nást mynda með dauðum í tók. Ok, sko, staðan var þannig, ég ráttum með núna. Þetta var síðast spurningin og Steindi vann 4-3. Hvílitt comeback. Þannig að ég er king of þjóðhátíð 2018. Blöð, ég er ekki að velja þau, þetta var pakkað saman. En við skulum bara kveikja eldana í tilefni dagsins. Til hann ekki Steindi, þú ert king of þjóðhátíð. Takk fyrir. Nánast komin að lokum hér í þessum þjóðhátíða þætti FM 9. Hvað er klukkan? Klukkan er að verða 6. Hæ? Já, ég held vættir nú svona að vera að fann átta á því að þegar við kveðjum að þá klukkan 6. Við erum búin að gera þetta í nokkur ár. Hvert í anskutur að fór tíminn, ángríns. Það líður frekar hratt eða gaman. Já, þetta er búin ræðislegt og það er líka svo gaman að vera kominir úr sumarfríi. Og næst við mætum, næsta föstudag, þá erum við 9 stúdíum á Suðurlandsbraut og við sjáum út og eitthvað. Erum við ekki grafni niður í þessu hólu þarna? Nei. Það er með Ocean View. Það er bestu frétti sem ég heilt. Það eru bjarti tíma framöndan hjá FM 9 með Blöð. Það er bara þannig. Þetta segir maður næsta föstudag er ég með Ocean View. Já, út með view yfir Laugardalsvöllinn og eitthvað. Já, geggjað. Já, það er rosalegt en elsku hlustundur, við þökkum fyrir hlustununa í dag. Það var hlegið að mér þegar að Kveikjum eldana kom út þarna fyrir ykkur ári síðan og allir sögðu þetta leiðilegt það maður. Ég sagði frá fyrstu sekundu, besta lag sem ég á æfinni heyrt. Síðan eftir 20 spilarnir þá kom þjóðin á vagnin. Já, þetta er mjög gott. Nú er þetta besta þjóð til allar tíma. Guðvingi þurfti eina hlustun. Þetta er rosalegt lag. Þetta er vinningu fyrir þjóðinni. En fyrir ykkur sem eru í Eyjum að þá er að byrja hér tónleikar. Það er frítt inn í Alþýðuhúsinu. Það eru Jói P. og Króli, Jón og Frikki og MC Gauti. Þannig hendið ykkur hérna. Þetta er risastóra gula húsið sem er hjá, basically eina túninu í bænum. Málið er, það er 2018. Fólk fer á Google. Þetta er Alþýðuhúsið, finn þetta trúður. Það er að byrja geggjaði tónleikar hérna og þeir eru hérna inni, þannig að þetta verður stemning. Og svo verðum við að koma enn og aftur inn á það. Ég veit að það eru margir að bætast við hérna á Eyjun á morgun. Ég held að það sé bara, ég er ekki viss hvort þessi uppsett eða verða uppsett allavega í Herjólf og það verður að stappa. Við erum annarkvöld 10:30 og við verðum í alvunni. Og við verðum brjálaðir. Við heimtum að hlustendur okkar þegar Kickstart My Heart byrjar þá hlaupa allir að sviðinu. Ég væri ógeðslega til í að Brekkan myndi hlaupa að sviðinu þegar við byrjum á morgun. Það verður svo mikið stemning. Það er svo gaman að gera þetta. Við höfum ógeðslega gaman að þessu. Það er svo gaman að sjá ef þið hafið það líka. Við erum búin að lofa besta sjón okkur yngur. Það verður besta sjón. En möguleik að blogga DJ-settinu líka. Já, svo líka klukkan 1. Takk fyrir það. Þú ert með okkur í báðum. Ég veit að S-Face. Má ég koma og taka eitt lag í þessu DJ-setti? Ef ég er í mjög miklu gýr og þú ber ofan og eitt pepp-steindi, þá er ég klárið. Takk fyrir að leiða mér. Takk fyrir hlustunum í dag. Við verðum mættir hér eftir, nákvæmlega viku, eða ekki hér, þá verðum við nú í nýja stúdíónu. Eru hér aftur það? Nei, ekki hér. En við ætlum að enda þetta á, Kveikjum eldana er næst besta þjóðhátíð allra tíma. Það heitast ekki Kveikjum eldana, heitir þessi Hjarta slær, Sverrir Bergman hatar það að kalla Kveikjum eldana, en hér kemur besta þjóðhátíð allra tíma og ég lofa ykkur að þetta verður tekið á sviðin á morgun klukkan svona cirka 11 og það hefur komið jarðskjálfti þegar við höfum tekið þetta lag, þannig að lærið þetta. Takk fyrir okkur. 10:30 á morgun, stóra svið, þið mætið. Ripsafari ætlar að leysa þinguvandamálin á þjóðhátíð. Kynntu þér málið á ripsafari.is. Útsalan er í Elko. Fáðu það sem þið langar í núna á lækkuðu verði og borgaðu seinna með Pay. Elko, einfallega lægra verð. Drykkir, snarl, stólar, dýnur og sólarvörn fyrir þá sem hana þurfa. Hagkaup. Quesadillas, burrito og taco. Og bragðlaukarnir verða alveg logo. Serrano, fresh, happy, max. Látum frídag verslunamanna standa. Vaffer. I know you're a spy. I'm going to explain everything. FM 957 kynir grín spennumyndina The Spy Who Dumped Me. Frábær mynd vinkonur sem lendi í ótrúlegum